Komið sæl, þetta þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra og hjá mér í kvöld Ingvar Ellingsson frá Hafbor, vertu velkominn. Takk hérlega fyrir það. Og nú ætla ég að fá þinn bakgrunn til að byrja með. Já, ég fæddur og uppalinn á Siglufirði. Já. Og var þar fram að framhaldsskóla aldri þegar ég fór í menntaskóla við Hamrahlíð. Já. Nú síðan fór ég í flugnám og útskrifaðist sem flugstjóri árið 2001 sem var nú erfiður tími í fluginu og þá lá síðan leiðin aftur norður á Siglufjörð þar sem að ég fór að vinna í vélsmiðju sem að faðir minn stofnaði fyrir 30 árum síðan. Já. Og rak þar áður og vann þar í nokkur ár og svo núna fyrir 1,5 ári síðan þá var ég ráðinn sem framkvæmdastjóri hjá nýsköpunarfyrirtækinu Hafbor á Siglufirði. Og hvað gerir Hafbor? Hafbor er fyrirtæki sem var stofnað eftir þróunarverkefni sem að snerist það að hanna vél sem setur niður festingar í sjávarbotn, svokölluð skrúfuakkeri. Og þetta verkefni var unnið á árunum 2010 til 2013, þróunarverkefni og raunveruleg markaðssetning hófst síðan fyrir rúmu ári síðan. Já. Og þetta sem sagt vél sem að faðir minn og bróðir minn hafa hannað. Já. Og í samstarfi við fjölmarga góða aðila. Já. Og Hafbor sem sagt í dag þá fyrirtæki sem að setur niður festingar fyrir allan þann búnað sem þarf að festa í sjávarborð, til dæmis fiskeldisbúnað og kræklingalínur og ýmislegt fleira. Já. Og þetta uppfinning föður eins og bróðurs? Já, það má segja að þeir hafi átt hugmyndina að þessu. Það skrúfuakkir eða festingarnar sem slíkar, þær eru þekktar og hafa verið til í langan tíma en það sem þeir voru að glíma við og þetta þróunarverkefni snerist var það að hanna meðfærilegan búnað sem væri hægt að nota í hefðbundnum bátum sem að annarkvort kræklingaræktendur eða fiskeldisfyrirtæki ættu. Hann væri léttur, meðfærilegur og væri hægt að fara með hann á mikið dýpi og setja niður festingar með línu án þess að kafarar komið þar nærri, sem gerir það kleift að fara niður á, eins og í þessum búnaðar sem við erum með í dag, að hann getur farið niður alltaf 100 metra dýpi og sett niður örugga festingu með áfastri línu. Já. Og hvað var svona kveikjan að því að þeir fóru að gera þetta? Var þetta út af fiskeldi eða? Já, kveikjan að þessu á sínum tíma var svo að þeir voru að vinna fyrir kræklingabændur og smíðuðu vél í vélsmíðu sem þeir voru með hér í Hafnarfirði. Já. Og þeir smíðuðu vél sem heitir svokölluð sokkunarvél. Og þeir bjuggu til útgáfu sem var meðfærileg og hægt að koma í litla báta og breyta á ýmsan hátt. Og upp úr því spannst síðan umræða festingar sem hefur verið vandamál í kræklingarækt bara út allan heim. Að festingar vilja hreyfast og fara úr stað. Og á þeim tíma voru þeir að vinna meðal annars með Víði Björnssyni sem var með kræklingarækt í Eyjafirði. Já. Og upp úr því spunnust umræðar hvernig mætti búa til þessa vél sem að gæti sett niður skrúfuakkeri og væri hægt að flytja auðveldlega á milli staða og setja niður með áfastri línu. Já. Og upp úr því fóru þeir að leika sér með hugmyndir hvernig væri hægt að leysa þetta. Já. Og grunngerðin sem þeir byrjuðu með og prófuðu fyrst á landi að konseptið sem slíkt hefur haldið sér nánast eins þó að vélin sjálf og allt hennar útlit hafi tekið miklum breytingum frá því það var byrjað. Já. Og á þeim tíma voru kræklingabændur í miklu samstarfi við Matís og upp úr því
sem sagt að frumkvæði Matís þá var sótt styrk til Tækniþróunarsjóðs til þess að hanna þessa vél. Já. Og þegar síðan styrkurinn fékkst að þá var hafist handa á fullu við það að smíða frumgerð og þróa hana. Og svo fékkst einnig styrkur frá Norra eða Norræna Tækniþróunarsjóðnum til áframhaldandi þróunar og smíði. Eru þið þá að vinna þetta með Norðmönnum eða? Já, það var samstarfsverkefni frá 5 löndum sem komu að Norra verkefninu. Já. Og þar var meðal annars kræklingaræktandi frá Bretlandi, einn af stærstu kræklingaræktendur þar. Hann gerði mjög ítarlega þarfagreiningu fyrir búnaðinn og þessa tækni. Og það lofaði strax mjög góðu því að það svona aukinn þrýstingur á það að auka fiskeldi og skelfiskrækt og annað allan heim. Og þá þetta lykillinn að því að geta farið til dæmis lengur út á haf, þar sem eru meira álag og meiri straumar og meira dýpi. Nú að þessu verkefni komu líka Færeyingar og fyrirtæki Siglfirðingur sem lagði til bátinn í prófanir og ýmsir aðrir sem tóku þátt í þessari þróun. Já. Hafið þið eitthvað verið að sækja einkaleyfi eða hönnunarvernd eða eitthvað svoleiðis? Já, það var síðan gert þegar að frumgerðin var orðin tilbúin að þá var sendin umsókn einkaleyfi. Já. Og innlögnin á því einkaleyfi var fyrir rúma ári síðan og þá var ákveðið síðan að taka framhaldsumsókn leyfi, þannig að það ennþá í vinnslu. Já. Og það svona að skýrast og gerir það núna á næsta hálfa árinu eða svo hvort að það verði hagkvæmt að sækja einkaleyfi á þessum hlutum í ákveðnu landsvæðum þá. Þannig að við erum með ákveðna vernd á þessu eins og hvað það varðar. Og myndi Hafbor þá eiga einkaleyfi eða þessir samstarfsaðilar saman? Upp úr þessu verkefni síðan fyrirtækið Hafbor stofnað og eigendur af því eru þá fjölskyldan mín eða faðir minn og bróðir og Gunnar Júlíusson sem eigandi Siglfirðings á Siglufirði. Og svo hafa komið að því fjárfestar síðan sem að taka þátt í þessu með okkur. Og við höfum verið afar lánsamir allan þann tíma sem þetta verkefni hefur staðið yfir að hitta gott fólk sem hefur tekið þátt í þessu og meðal annars þegar var verið að byrja þá voru þeir mikið á Hornafirði að prófa þar á landi og eins á Söndunum þar og þar voru bændur á Seljavöllum sem veittu ómetanlega aðstoð við það að koma þess af stað og svo hefur svona tengslanetti stækkað jafnt og þétt síðan. Já. Og við höfum verið afar lánsamir með tengilið bæði hér heima og erlendi sem hafa lagt okkur lið í að gera þetta veruleika. Já. En þetta Nóra-verkefni ennþá eða? Nóra-verkefni lauk formulega núna bara fyrir mánuði síðan eða svo, þar sem að öllum skýrslum var skilað og þær samþykktar. Já. Þannig að því nýlokið. Já. Og eru þetta lofandi niðurstöður? Já, þær eru það. Já. Mjög svo. Og við hefum svona í gegnum þetta samstarf við bæði Matís og eins í Norra þá náttúrulega hefur við þurft að tilengja okkur mjög ögu vinnubrögð í skýrslugerð og utanumhaldi sem hefur þá síðan nýst okkur núna þegar markaðssetningin hófst fyrir réttum ári síðan. Já. Að markaðssetning hefst kannski formulega í mars 2012 þegar þetta kynnt í fyrsta skipti opinberlega á ráðstefnu í Þýskalandi. Já. Og það það sem hefur mikið að segja, það að það séu allar skýrslugjör og prófanir að þetta sé til staðar þegar að þú fer síðan að leita hófana hjá væntanlegum viðskiptavinum. Já, einmitt. Framleiðslan, verður hún hér eða á þessum búnaði? Já, við höfum komið okkur upp aðstöðu núna á Siglufirði þar sem að við höfum aðstöðu til þess að smíða bæði vélbúnaðinn og höfum fengið verktaka til að sjá þá verkþætti sem lúta að smíði og öðru. Já. Þannig að Hafbor meira að hugsa sem markaðssetningarfyrirtæki
sem að kaupir það þjónustu frá öðrum og það hefur nýst okkur því að auðvitað á þessu ári síðan að við fórum að kynna þetta opinberlega hefur vélin tekið algjörum stakkaskiptum þar sem að við höfum verið að sinna verkefnum og það hafa verið svona litlir vankantar sem við höfum þurft að sníða af og þá er mjög gott að vera á stað eins og Siglufirði þar sem er mjög stutt í alla þjónustu þar sem að rafvirkjar eru til staðar og járnsmíðan er bara hinum megin við götuna og við höfum líka svona aðstöðu til þess að gera minni háttar hluti sjálfur. Að það er svona kosturinn við það umhverfi að vera út á landi þar sem er svona þéttur hópur og þú þekkir þá sem að koma að þessu. Banka bara upp hjá næsta manni. Þannig að á þessu ári frá því að við kynntum þetta fyrst opinberlega þá hefur vélin tekið miklum breytingum og eins og sé orðin mjög notendavæn í dag. Já. Nú ætlum við að taka auglýsingar og eftir auglýsingar þá ætlar að sýna mér svona myndir af græjunni og ferlinu. Já, alveg sjálfsagt. Fáum auglýsingar hér núna. Nýjung gegn augnþurrki án rotvarnarefna fæst í helstu apótekum Þealós. Brottafl, steinsögun, borun, brot, múrbrot og öll almenn verktakavinna, steypusögun og húsarif. Brottafl EHF 894 8040. Heildarlausnir, réttarlausnir. Rotþróarpakkarnir okkar innihalda allt sem þarf, ásamt leiðbeiningum. CE merkt vara. Borgarplast, Mosfellsbæ. Hvað er í gangi? Nei, hættu nú alveg. Hver hefði trúað því að Meryl Streep væri ein ástæðan fyrir því að flýgur betur með Icelandair? Fjölbreytt úrval glugga og hurða úr PVC, tré, áli og tré á góðu verði. Fagmennska er okkar fag. Gluggavinir.is, Hlíðarsmára 11. Hótel- og gistihúsaeigendur, húsfélög, einstaklingar. Inni, eldvarnar, renni og glerhurðir. Víkurás, Reykjanesbæ og Gylfaflöt, víkurás@víkurás.is. Nú er rétti tíminn til að skella sér á snjóskóflu á einungis 29.990. Voru ekki búnir að ræða þetta? Hvað? Það er hásumar, það er enginn að fara að kaupa snjóskóflur núna. Nei, akkurat, þá er enginn að kaupa þær. Þess vegna kostar það svona mikið til að geta lakka þær í haust. Snjóskóflur á helmingsafslætti, pældi því. Ég meina fólk verður að geta að segja hvað það sparar. Heldur að fólk sé fíbl? Úrbúðarverð. Alltaf. Beint úr Hrafnaþingssettinu í að reka fyrirtækið og bókhaldið. Ég hefði aldrei getað þetta ef ég ekki hefði dottið niður á kerfislausnir frá Stolpa, Kerfisstofnun Íslands. Hér er allt á einum stað. Sölukerfi, fjárhagsbókhald, skuldurnauta, lánadrottnar, launakerfi. Og þetta er svo einfalt, það er einn takki, ít og einn takka, kannski annan, fyllið út eitthvað smávegis, ítur svo annan takka. Reikningurinn farinn til Íslandsbanka sem tekur við öllu dæminu, launin, verkbókhaldið, allt saman. Ég hef aldrei trúað því að jafn bókhaldstregur maður eins og ég er þokkalegur blaðamaður en var alveg skelfilegur bókhaldsmaður. Getur gert þetta á svo einfaldan hátt að ég trúi því ekki að þetta sé í raun og veru svona einfalt. Prófaðu nýjan Stolpa frítt í 60 daga, stolpi.is. B&T er þú vilt vera viss. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Útsala og lagarhreinsun í Húsasmiðjunni á Blómavalli. Komdu strax því að bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjunni á Blómavall. Komið þið sæl aftur, þetta er þátturinn Frumkvöðlar og ég heiti Elinóra og hjá mér er Ingvar Erlingsson frá Hafbor og þú ætlaðir að sýna okkur hérna
græjuna, hvernig hún er og hvernig hún virkar. Þetta nú svona kannski líka sagan og þróunin sem hefur átt sér stað frá því að verkefni byrjar. En á þessari mynd sem við sjáum núna, þetta tekið á söndunum við Hornafjörð. Þar sem fóru fram prófanir á landi og þarna sem sagt frumgerðin á vélinni og fyrir fram af vélina þar sjáum við þetta hefðbundna skrúfuakkeri sem að vélinn sem sagt skrúa niður og skilur eftir í sjávarbotninum. Nú þetta sem sagt svona mini-útgáfa af vélinni eins og hún í dag og þarna verið að prófa sem sagt svona stutt akkeri þar sem var skrúið niður og þannig vélinn búin að bóra sér fasta í botninn. En það sem að þetta gengur út var það að vélinn sem sagt henni slakað úr báteðarskipi. Hún skrúar sig síðan fasta við botninn og þannig ekki háð öldurhreyfingum eða öðru frá bátnum og hún tengd með sem sagt vökvalagnir og raflagnir sem að stjórna aðgerðum og svo eru myndavélar á henni sem að sýna hvað að gerast á botninum. En þarna sem sagt verið að prófa virknin á henni í fyrstu frumgerð. Samhliða þessum prófunum voru einnig gerðar svona tópprófanir til þess að kanna haldið í festingunum og mismunandi gerðum af festingum og þarna verið að hífa í eina festinguna. En skrúfuakkeri hafa alveg gríðarlegt hald samanborið við festingar til dæmis úr steinsteypu eða annað sem að eru sérst liggja lausar ofan á botninum. Nú sjáum við stemminguna sem ríkti í hópnum þegar var verið að prófa þetta við prófanir á Siglufirði. Þarna voru margir samankomnir og þarna var verið að leysa einhverja hnúta sem þú nýst á þetta. Já, vandamáli leyst á staðnum bara. Já. En sjáum við síðan mismunandi gerðir af festingum. Þetta eru festingar sem við smíðum fyrir flotbryggjur. Þar sem að var mjög harður botn undir þannig við þurftum að stytta festingarnar og þá voru settir auka diskar til þess að fá meira hald. Eru þið með engaleyfi semst á þessu eða? Nei, þetta raunverulega framleiðsla sem þekkt og hefur verið til staðar en Nína með því okkur felst aðalega aðferðinni við að setja það niður. Og það sem sagt mismunandi eftir hvernig botnin botnlagi, hvort það harður botn eða mjúkur, hvernig festingarnar sjálfar eru gerðar. Nú, við höfum náttúrulega legið yfir skýrslum og skoða alla þær rannsóknir sem hægt að komast yfir. Og til dæmis sést svona grunnreglan sem að skrúfuakkeri byggja á. Þar sem að þegar að togast í akkerið að þá virkar þetta bara eins og skrúfa sem skrúið í vegg að það stækkar. Það kemur svona keila í kringum akkerið og það þyngdin sem heldur þessu niðri. Og eftir því dýpra sem þú ferð hún í botni því meira hald ferðu. Og það búið að gera mikið af rannsóknum og prófunum á hegðun svona skrúfuakkera í mismunandi gerðum að sjá á botni. Og þetta náttúrulega verið hluti af okkar vinnu, það að sanga að okkur gögnum og nýta það sem hefur verið gert fram að þessu. Nú, svona í lokin á þróunarferlinu þá var gerð einmitt líka verkfræðiskýrsla þar sem var tekin út vélbúnaðurinn sjálfur, skrifuð lýsing á því hvernig hann vinnur og hald útreikningar og fleira. Og hér mynd sem að sýnir nokkurn veginn hvernig haldið í þessum festingum og á hvaða reglu þetta byggir. Og þarna sést að akkeri sem 4 metra langt sem það sem við köllum staðlað akkeri fyrir fiskeldi eða kræklingarækt að það heldur á bilinu 20 til 50 tonn eftir botngerð. Þannig að í hörðum sandbotni þá getur verið með hald alltaf 50 tonnum á einni festingu. Þannig að það þurfti náttúrulega líka síðan að fá það til að virka saman efnisvalið í festingunum sem slíka upp á endingu og hald til þess að þetta gríðarlega hald sem að skrúfurnar ná að
samsvaraði sér þá í byggingunni á festingunni sjálfri. Og það kannski sýnt þarna líka hvernig haldið eykst gríðarlega eftir því sem þú fer lengra niður í botninn. Hérna sjáum við mynd af festingu sem búið að skrúa niður og þetta mynd sem tekin úr myndavél áfastri á vélinni og þetta skiptir líka miklu máli og við höfum séð það í samtölum við þá sem við höfum verið að vinna fyrir og komum til með að vinna fyrir í framtíðinni að það að þetta hefur mjög lítil áhrif á sjávarbotnin sjálfan. Og það farið að skipta mjög miklu máli að það sé ekki hlutir sem dragast eftir botninum heldur eru fastir og festingin stendur svona cirka 20 cm upp úr botninum þannig að það lítil umhverfis áhrif af þessum akkerum þannig að þegar búið að setja akkeri niður og skrúa vélinu upp að þá skiljum við nánast við botnin eins og hann var. Það mjög lítil áhrif og það skiptir miklu máli til dæmis í Bandaríkjunum þar sem eru mjög háværar kröfur að svona búnaður sem sagt sé umhverfisvænn. En hvað sjáum við hérna? Já, hérna sjáum við festingu sem var sett niður í kræklingalegt í Eyjafirði og þarna vorum við að skoða hálfu ári eftir að festingin var sett niður bæði til þess að kanna hvort það hefði orðið einhver áhrif á botninn og mæla tæringu og annað og þarna sést að hálfu ári eftir að festingin var sett niður og þá hafði hún staðist allt það álag sem hafði á hana verið lagt veturinn. Hún var sett niður í janúar og þetta síðan í ágúst sem skoðað. Við höfum valið að nota smíðastál sem af háum gæðum til þess að forðast tæringu og þarna sést að hafi mjög lítið fallið á festingarnar og eins að það hefur ekkert orðið nein áhrif á botnin í kringum festinguna. Hérna förum við svolítið aftur í tíman. Hérna svona frumgerðin af stjórnbúnaðinum sem var fyrir myndavélar og til þess að stjórna vélinni. Og þetta hefur síðan tekið töluverðum breytingum. Nú, hérna má segja að sé svona kynslóð 2 af frumgerðinni. Þarna vél sem var notuð við prófanir þegar var farið út á haf. Þannig hún tölvöld stærri heldur eins og fyrsta sem við sáum á Hornafirði. En þarna sést líka að það talsvert mikið af flækjum og slöngum og öðru sem var síðan unnið í að einfalda og laga. Hérna sjáum við svo skrúakkerinn sjálf. Sést vel hvað þau eru löng. Þetta eru 4 metrar sem þetta fer ofan í botninn. Og svona lítur stjórnkerfi út í dag. Þetta nýji stjórnkassinn á vélinni og hann smíðaður á Siglufirði á rafvirkja verkstæðinu Raffó. Þarna búið að einfalda allar tengingar. Nú allar myndavélar og annað komið í einn kapal sem fer niður í vélina. Takkarnir sem við sjáum þarna, þeir stjórna síðan hornunum og svo miðjuborðnum. Það komið núna þrýstimælir sem mælir átakið við að koma festingunum niður. Og nú skjárinn fastur bara í kassanum og þar sérðu myndavélarnar hvað að gerast niður á botninum. Og þetta þá komið í einn handhægan ferðakassa þannig að það bara 12 volta straum að þessu og þá ertu komin með allan stjórnbúnaðinn kláran. Sem áður var mikil flækja, margir straumbrautar fyrir hverja myndavél og annað. Þannig að þetta orðið mun þróaðara heldur en var en við ætlum að halda áfram og gera enn meira til þess að gera þetta notendavænt. Og þarna sést svona hvernig vélin lítur út í dag að hluta til. Þarna verið að setja hennar festingar fyrir flotbryggju og þarna vel allur stjórnbúnaðurinn innifælinn í þessum kassa sem efst á vélinni. Og það koma bara að þessu 2 vökvaslöngur og síðan stjórnkapall og þetta orðið allt miklu notendavænna heldur en það var. Allar slöngur komnar í viðeigandi festingar og annað. Nú hérna verið að vinna á Sauðárkrók. Þar voru setta niður festingar fyrir flotbryggjur. Og gekk bara ljómandi vel. Og þarna sjást síðan myndavélarnar sem eru notaðar við
að fylgjast með boruninni sem slíkri og þetta einmitt tekið borð í Keili sem að Siglfirðingur á Siglfirði sem að við höfum notað til þess að sinna þessu verkefnum sem við höfum gert hér heima við. Og hérna sjáum við svo raunverulega hausinn á festingunni, þetta það eina sem stendur upp úr botninum og þetta voru festingar sem voru setta niður í kræklingarækt hér á Vatnsleysuströnd og það var einmitt gaman að fylgjast með því því að nú á að fara að uppskera af þeim í haust og þetta á mjög erfiðum stað þar sem eru gríðarlega mikil ölduhæð og straumar og og það sagt farið þá með myndavél niður? Já, þá stefnan að við förum með myndavél og slökuminni niður og fylgjumst með hvernig festingin hefur staðið sig. En hvar sjáu þið notkunarmöguleika annað en í fiskeldi, flotbryggju? Já, það er raunverulega bara hugmyndaflugið sem að stoppa menn í því að við höfum notað þetta til þess að setja niður kræklingalínur sem var nú svona upprunalega hugsunin á bak við þetta. Nú svo höfum við notað þetta einnig til þess að festa lagnir í sjávarborð, til dæmis frárennslislagnir. Þá getur þú raunverulega sleppt í að nota stóru steipusökkurnar sem eru yfirleitt settar á plastlagnir og því svo fleytt út með mikilli fyrirhöfn. Að þá notuðum við svona skrúfufestingar sem að festur röri niður. Nú svo einnig hægt að nota þetta til þess að festa kapla og lagnir, til dæmis fyrir virkjanir, eins og vindorkuver og annað slíkt. Já, ok. Nú, en í sambandi við olíuborun? Já, það nú dálítið stórt stökk að fara að vinna fyrir olíuiðnaðinn, en fyrsta fyrirspurn sem kemur varðandi það, hún kom nú alla leið frá Burma eða Myanmar. Þar fyrirtæki sem er að þjónusta olíuleitendur sem eru núna að fara af stað og þeir þurfa að festa ýmsar bráðabirgðalagnir og annað og þeir ætla að kynna fyrir þeim þessa hugmynd og maður veit ekki hverju það skilar en þetta hefur allavega vakið athygli allan heim og að skila sér þangað en einnig er mjög stór markaður fyrirsjáanlegur og það er umverulega næsta skref hjá okkur í samstarfi við sænskt fyrirtæki að það er að þróa festingar fyrir ölduvirkjanir meðal annars og það verður gríðarstór markaður í framtíðinu þar sem og eru margir aðilar í dag að þróa lausnir varðandi þar. Já, þar á meðal einn Íslendingur og kannski kannast þið hann. Já. Og það það sem maður hefur svona kynnst líka í gegnum þetta starf og þau ferðalög sem ég hef farið í heiminn til þess að bæði kynna þetta og að það orðið hugsunin í dag að menn vilja reyna að koma samræma fiskeldi við svæði þar sem verið til dæmis með vindmyllur eða einhvers konar annars konar starfsemi. Já. Er það möguleiki? Og það er mjög mikill möguleiki og það eru margir raunverulega svona að vinna í því að koma saman að því nú er orðið svolítið slagur landsvæði meðal annars milli þeirra sem vilja reisa vindorkuver eða ölduver og þeirra sem eru að reyna að stækka fiskeldið og framleiðsluna því að þeir reyna að þróa aðferðir til þess að samnýta þessi svæði sem eru í boði. Það er náttúrulega frábært ef það er hægt, sko. Já. En hvernig sérðu, hver svona þín framtíðarplönið ykkar í Hafbor? Já, sko, framtíðarplön hjá okkur í Hafbor eru þau að við ætlum að vera áfram í stöðugri þróun á þessum búnaði sem við erum með. Næsta skref hjá okkur núna er að fara til Bandaríkjanna og væntanlega fer vélin af stað núna miðjan þennan mánuð og þar ætlum við að byrja að sinna fyrstu verkefnum fyrir kræklingarækt. Eitt verkefni sem býður í Kaliforníu við Los Angeles þar sem verið að fara að setja upp stóra ostru og kræklingarækt. Samhliða þessu að þá ætlum við að taka næsta skref og þróa næstu kynslóð
af vélinni sem verður stærri og setur niður mun stærri festingar og verður svona þróaðri á allan hátt. Já. Og það má eiginlega segja að fyrsta árið hefur svona farið í það að byggja upp tengslanettið og það alltaf að stækka og við höfum meðal annars ákváðum að við sem Hafbor myndum einbeita okkur að því sem snýr að fiskeldi og öðru og fórum í samstarf með fyrirtæki í Garðabænum sem heitir Króli EHF sem hafa verið að setja upp flotbryggjur og fleira og hafa góð tengsl allan heim í þann iðnað og í gegnum þá tengingu hefur núna komin í viðræður við sænsk fyrirtæki það að þróa búnað fyrir öldubaugur og fleira. Þannig að það bara áframhaldandi þróun, það það sem gildir að vinna samhliða því að koma vélin eins og hún orðin í dag að koma henni í notkun þar sem hún hendar en halda svo áfram og finna lausnir fyrir olíuiðnaðinn meðal annars og þessa vistvænu orku sem er á framtíðina sjálfsögðu. En verður framleiðslan á Siglufirði? Já, eins og við getum gert, þá munum við hafa hana þar. Og þetta óskama þess heitt að það verði það mikið að gera að við kannski þurfum að leita eitthvað annað eftir smíði sem verði þá kannski nær markanum en það stefnan að gera eins mikið og við getum hér á Siglufirði og nýta okkur þann mannauð sem það til staðar. Því heimurinn alltaf að minnka og það er bara ákveðnir kostir við það að vera svona út af við en sé stutt í alla. Já, því miður þá tíminn okkar búinn. Eru þið með heimasíðu þar sem að getur við erum með heimasíðu sem er hafbor.is og þar er hægt að sjá myndbönd og fleira og svo myndir af verkefnum sem við höfum unnið fram að þessu. Frábært, ég þakka innilega fyrir komuna og gangi ykkur vel með þetta verkefni. Já, takk hérlega fyrir það. Allsins besta. Og ég þakka fyrir í kvöld og ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur nánar hafbor.is. Takk fyrir í kvöld og við sjáumst eftir viku. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper